Hér margvíslega starfsemi að ræða hérna. Hér lyfjaverslanir, hárgreiðslustofur, efnalaugar, blómabúðir tvær, bankarnir 3 hér í kring og lágvöru matvöruverslun. Og hérna gullsmiður, hér úrsmiður, hér dömufatnaður, krakkar, skófatnaður. Hér má segja að hér sé allt í raun og veru hægt að fá sem hægt að finna. Þetta svona gullnáma í kjarna Breiðholtsins. Ég að vinna hérna hjá Svæðisfélaginu sem félagi sem sér mjóddina. Sér að halda mjóddinni saman. Ég aðstoða framkvæmdastjóri og byrjaði nú að vinna hérna 11. september á þeim fræga degi. Þetta búið að vera ágætt hérna, við erum að standsetja jólin og jólin eru að fara í gang. Góðan daginn. Ert þú búðarstjórnandi? Já. Sæl. Sæl. Þetta er Elli. Elli, já, Freyja heiti ég. Sæl. Ég er að byrja að starfa hérna mjóddinni sem aðstoða framkvæmdastjóri. Já. Það er bara svona... Kíkja og skoða. Kíkja og skoða. Vantar ekki kött. Vantar kött? Já, ég og þennan. Já, það? Já. Ég heiti Hjörtur Þór og ég er að vinna hérna að kassa. Ég var í grænmetinu og fór yfir að kassa og hérna ég var að vinna sem plötusnúður á skemmtistað og misti þá vinnu, það var bara samdráttur. Ég er búinn að vinna hérna síðan í ágúst og ég má segja það að ég hef nú ekkert náð neitt að fitta neitt voðalega vel hérna inni, sko. Það er svona verið fyrir svolítið aðkasti. Frá vissum aðilum. Mér vantar nefnilega hérna að þú getur skrifað hérna svona 100 jólakort fyrir hönd Svæðisfélagsins í Mjódd. Síðan get ég bara skrifað undir, sko. Ok. Aðalatriðið er bara fallega skrifað. Jól 2002 fyrir hönd Svæðisfélagsins Mjódd, síðan myndi ég bara skrifa undir þetta. Skrifaði þú þetta? Ég skrifaði þetta bara núna. Maður hefur ekki gert neinu neitt svo sem, en maður fær svolítið skítkast svona frá fólki óþörfum. Allavega sömu, það gefa sömu skítkast, sko. Ég er ekkert sveini, sko. Það verður fyrir þessu. Maður liggur kannski stundum vel við höggi, sko, þegar maður er ekkert að taka þeim neitt of vel og þá það eitthvað leggja maður svolítið svona einelti svona í grín og ganni gert, sko, en ég veit ekkert, stundum það svona óþarfi, sko. Maður er hérna, ég veit það ekki. Það þú veist, það að láta bara stundum þess að eiga búðina, sko. Og ef maður segir eitthvað á móti og þá verða það bara vitlausar. Þú veist, má ekkert segja, sko. Það má alltaf segja allt mig, en það má ekkert segja við þær. Það er svona... ég veit ekki, maður. Ég er bara feginn að komast í hann, maður. Það er lélegur móralli svona. Og þetta er hálfgerða þrælkunarbúðir á kössunum, ég get sagt þér það strax.
Ég heiti Elías Þorvarðarsson og er verslunarstjóri hérna í Netto í Mjóddinni. Ég er ekki búinn að vera hérna í 4 ár og þetta er náttúrulega stór vinnustaður, fullt af fólki sem vinnur hérna og mikill lerill og mikill leiti. Þetta er svona lágvöruverslun, þannig að það er mikið stríð hérna alltaf í verðum og þurfum að fylgjast vel með markanum. Fáðu sem sagt eina bækur frá 199 krónum, Konungsfjölskyldan, rosalega falleg bók með fullt af fínum myndum og ég meina kíla og verður ekki hátt af þessu. Er opið á sundum? Já, það er opið frá sundum lögutum, það er opið frá 10 til 6 og frá 10 til 7 á virka dagar. Síðan held ég eftir 15. des, þá er opið frá 10 til 10. Það er ekkert heilagt lengur. Nei. Íslendingar skilur, ef útlendingar koma hérna og þeir eru yfir jólina eða páskana sko, eitthvað svona, þá er bara ekkert opið, skilur ekkert í þessu. Það byrjaði þessi vindurfoss eftir það, fyrir nokkrum árum, hérna 95 eða eitthvað. Þá breyttum við þessu, þá vorum við ekki eins heilaði lengur. Nú er þetta 2 dagar held ég mest á ári, sem er allt lokað. Mér veist að maður vantar svolítið heilaða daga hérna. Eins og í minni fjölskyldu þá er hefð fyrir að við fyrir kirkju einu svona ári og það er á aðfangadagskvöld. Og við fyrir alltaf í langfúskirkju. Ég, mamma mín og systkini mín og við erum búin að gera þetta síðan ég var held ég bara 7-8 ára gammal. Það er svona að maður finnur friðinn skilur. Maður er skildur ekki, maður mæti þó í kirkju og þú veist, einu svona árinu með hefð. Við trúum á, þú veist, við trúum náttúrulega á okkar Guð almátt og okkar hátt skilur, þú veist. Við erum ekkert á ofdýrkan og eins og sem við erum vilja að gera. Ég trúi á minn hátt, skilur, ef ég fyrir með bæn þá fer ég með það bara fyrir sjálfan mig. Ég er ekkert að opinbera það fyrir allan heiminum, skilur. Ég er ekkert verri maður fyrir vikið, ég sé ekki í veginum eða krossinum eða... Ég veit nú ekki hvað maður verður lengi í þessu starfi, sko. Ég er svolítið að reyna hérna að búa til smá karriér í öðru, sko, í listum. Búinn að vera svolítið í fyrirsætubransa. Setja fyrir og svona og er að fara upp í casting eða Eskimo Motels í næstu viku. Þannig að þú mátt alveg koma með þangað ef þú vilt. Fylgjast með því. Það er alltaf mjög spennandi líka. Það skulum vera að búa til heimildamynd hérna um leið og maður byrjar að vinna. Og það verður gaman að sjá. Þá á maður það allavega á spólu af því sumar minningar eru bara fastar hérna í kollinum á manni en þetta verður minning sem maður getur horft á aftur og aftur. Þú var komið í skítinn. Hvað sér þér? Þú var komið í skíthúsið. Þú er í skíthúsið? Já. Þið standið alveg á mörkunum. Það segir þig, hérna má reykja, hérna má ekki reykja, hérna má reykja, hérna má ekki reykja. Það getur verið að brjóta lögin svona. Ég veit að það var einn sem reykja eftir okkur daginn alveg reykið þið úti og við stóðum hér og ég sem reyknum hér. Í alvöru? Ég get ekkert sagt það. Höskuldur var eitthvað að segja að þú væri mest tattúað kona á Íslandi. Er það eitthvað til í því? Og bakið líka það? Já, mjóbakið og aftan á hálsinum, herðablaðið, báði fæturnir. Allir það? Nei, það er svona lítið hérna. Lést að gera þetta allt hérna á Íslandi? Nei, það er 2 sem ég gerði. Já. Flórida? Þetta er ekki draumastarfið en það er bara það gaman að vinna hérna. Ég var alveg til í að vera hérna en draumastarfið mitt er náttúrulega að opna mín eigin tattústofu, hvað annað. Það er búið að bjóða mér að koma út að læra í Flórida á þessari tattústofu hérna, Quick Draw Tattoo. Ég heiti Daniel Henriksson og ég er að vinna hérna í dýrabúðinni. Ég er nú ekkert annað að vinna, kannski, en já, ég er svona í frítíma er ég svona kaffihús og rotta bara. Og já, það er svona það sem ég er að gera. Frænka mín á 2 tattústofur út í Flórida. Hún er alltaf að bjóða mér að koma að yfir sumartímann og læra hjá kallinu sínu. Það er rosalega gaman. Ég ætla allavega ekki að loka mig inn í Mjóddinni það sem eftir er. Annars enda ég bara í búri eins og hamstur. Maður er nú náttúrulega hálfgerður hamstur í búri. Kemst ekki neitt frá og svona.
Hvar? Já, á Kleppinni. Ekki undir borði. Þetta er mjög fínt, mjög skemmtilegt. Maður kynnist fullt af skrautlegu fólki og já. Ég ætlaði að fara í leiklistarnám og þetta nýtist mér óbúslega í það, sko. Það var til dæmis sko maður sem ræktar fyrir okkur páfagauka. Hann hann er yndislegur maður, gamall maður og hann er óbúslega svona, já, svona spes. Svona gaman að tala við ungar konur og svona. Og ég stúderaði hann alveg gjörsamlega fyrir 1 mánaðarlokin fyrir inntökuprófinu og ég held að það hafi verið alveg til þess að ég komst áfram, sko. Samt ekki inn í skólann, sko. En í 40 manna hóp. Ég þakka honum það allt, sko. Í 450. Ég setja þetta bara í pokann hjá hann. Ég var nú áðan að sækja vinnu á sem nemi á hárgreiðslustofu. Fékk óbúslega jákvæða svörin við því, þannig að ætlum að prófa það ekki. Þetta er kringlunni. Ég var að spá því að maður getur grúppað 2 svona saman. Sér það sem bitarnir mætast. Já. Þannig að þetta kemur svona svo krem og hvít ljós og síðan er svona kannski 1 og 2 rauðar björn við það sem er í svipaða starfa sem hérna. Og síðan svona gráa þarna sem hanga, sko. Það kemur svona, þetta svona stjarna eða eitthvað. Það er 7:23, það er samfélag. Og síðan erum við ljósastöðuna. Það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lægst er á lofti sólin, þá loksins koma jólin. Við fagnum í frið og ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Þessi góður. Það gleðst allir hjarta kór. Já. Skriðdrekaleik. Jólasnjórinn og æskan fær aldrei nóg. Meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Það er barnanna besta stund, þegar byrjar að snjóa á grund. Út á flötinni fæðist hratt, feiknar snjókall með nef og með hatt. Svo leggjast öll börn í bólinn, því bráðum koma jólin. Þau fagna í frið og ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Þeir eru bara svona litlistingi sem er frekar dökkt á litin. Frekar? Dökkt á litin. Já. Það var svona neðarlega hérna kannski aðeins neðar ljósið. Gott. Mjólkin gerir gott betra. Við erum að reyna að finna slagorð fyrir mjóddina til að nota í jólaflóðinu, sko. Og ég er nú búinn að koma með nokkra tillögur. Dæmin eru til dæmis hérna á vegg. Svona mjódd. Götumarkaður í mjódd. Vetrarsport í mjódd. Vordagar í mjódd. Haustdagar í mjódd. Þetta hefur verið notað svona mjög einfalt eitthvað. Ég bjóð til hérna, það var bara, þetta var voðalega simpelt, jólamatur, jólaföt, jólabók og jólagjöf, allt á einum sama staðnum. Já. Það var það sem ég bjóð til í gær og sendi inn, sko, það verið keyrt fram til 1. des. En þarna, nú vantar mér líka eitthvað svona, veist, 3-4 viðbóð sem ég get svona, til að hafa eitthvað svona, ekki alltaf saman, sko. Já. Ég sendur þessu. Halló, halló. Halló. Eigandi bílsins Uppsölum P365 er vinsamlegast beðinn um að fjarlægja bílinn. Það er annar bíl sem er lokaður fyrir innan. Þú viltir hafa frí bílastæði þarna var ég að skrifa. Já, það... Nei, já, þetta er bara upplýsingar sem það væri gott að nota í svona. Já, ef bílastæðin eru, það er að segja nóg. Næg bílastæði er ágætt, maður hefur oft sagt það. Ég kem til með að nota það. Það er ágætt svona þegar byrjar að fyllast allar bílastæði hérna. Fólk
hugsa með þessi, já, ég fer bara þangað. Já. Ég stundaði mjög mikið líkamsrækt í hreyfingu og verði að gera það sjálfur vegna þess að ég haldinn þunglyndissjúkdómi. Var það ráðlagt af mínum læknum að stunda líkamsrækt og hún gefur nú meira heldur en að hjálpa mér með í baráttunni við þunglyndið. Hún gefur manni hraustari og líkamlegt útlit eins og þið sjáu þið sjálf. Hvernig með, að því nú er Mjóddin ekki það þekkt fyrirbæri eins og til dæmis Kringlan og Smáralind. Nei, þeir eru náttúrulega allt öðrum lifið, sko. Já, þannig að við þurfum að koma þá með eitthvað sem að vekur athygli. Svo skrítið þegar maður veikist og þá hverfa vinirnir voðalega mikið og það er einna helst þá sem maður fer að finna fyrir fordómum gagnvart veikindum sem maður hafði í raun og veru ekki trúað að væri til í þjóðfélaginu. En fordómar gagnvart þunglyndi og geðhvörfum eru ótrúlega miklir hér í landi og þá fyrst sér maður hverjir eru vinir manns og hverjir eru ekki. Af því þegar þú ert búinn að ganga í gegnum þetta ferli að þá situr þú kannski uppi með 2-3 raunverulega vini sem má hægt að kalla vini. Hitt hafa þá alltaf verið bara kunningjar þó þau þættust vera vinir manns á meðan maður var að vinna með það. Þetta er svolítið mannlegt, sko. Þetta er svona, þetta er ekkert stress, þetta er ekki einhver höll sem maður glymur í, sko, og veist, allt út í brjáluðu fólki að hlaupa frá og tilbaka, sko. Heldur þetta meira svona bara, veist, þú getur bara verið að rölta og veist, þetta er bara svona, þú ert einhvers staðar bara í svona venjulegu umhverfi. Þú ert ekki einhverju skrýmsli sem er byggt, sko, og veist, þú þarft bara að vera að inni að versla, það er að ota að þér þvílíkt áreiti, sko. Það er einhvern veginn, við erum svolítið laus við það, sko. Ég átti hund sem ég notaði mikið í veiðifélaga, í veiðskap og hét Bobo, labradorhundur og var búinn að eiga hann í 11 ár og varð að láta svæfa núna í mars vegna þess að hann var kominn með krabbamein og það var mjög mikill missir að missa góðan félaga af því að það var alveg saman hvort þú varst að kvarta eða kveina eða hvað, hann var alltaf jafn kátur og jafn gefandi. Þess vegna hef ég aldrei skilið þá fordóma sem eru gagnvart hundaeigendum að það skuli ekki mega vera hér raunverulegt hundahald af því að hundar gefa langt meira heldur en þeir taka frá. Mergjað er miðvikudaginn í Mjóddinni. Þetta heitir brainstorming líka. Það er að koma fram með allar hugmyndir til að losa líka hugan svo þú getur haldið áfram. Hvað varstu lengi með þetta? Ég hef verið svona 3 mínútur. 3 mínútur, já. Ok, haltu þá áfram. Ég hef oft verið að hugsa að það er verið að koma sérstaklega nú kringu jól ýmsar safnanir fyrir fátæk börn út í heimi. Jú, það er allt í lagi að gefa í það en mér finnst líka að við eigum að huga að það er fátækt á Íslandi líka og við megum ekki gleyma því líka eða gleyma þeim að þeir séu til. Af því við lifum ekki alveg í fullkomnu þjóðfélagi þar sem allir hafa það 100% gott. Það séu til dæmis ekki allir að það sé enginn einn á jólunum. Það er nú bara að fara að chilla þess á þessu. Ég meina hann er að fá með mér reynslu sem hann þykir síðan vita eitthvað sem er náttúrulega bara bull. Hæ? Hæ. Eru að versla? Já, fyrir að vanda litlum bankanum. Já. Hvernig fór fórst ekki viðtalið hérna við hana? Jú, senasti, já. Það fór bara vel. Já. Hún með þess að notar alltaf núna, brot og viðtalið með þess að auðlýsa Andreu hók. Já, Andrea kom inn á tískuþáttinn Andrea á Stöð 2 til að taka viðtalið mig út af tattóunum sem ég er með, sem eru ansi mörg og af því ég er tattóverasta kona Íslands og ég viti til allavega. Herði, ég verð nú að segja ykkur það. Talandi það að vera svona að nýtast þess að vera frægur. Ég var hringt á leigubíl einu sinni. Ég held að það voru gamlárskvöld. Og
Ég pantaði leigubíl og ég var búinn að bíða í 40 mínútur. Þá hringdi ég aftur og spurði hvernig það með leigubílinn. Og hún eitthvað, já, hvert pantaðirðu? Og ég var að pantaði henni til Orrahóla. Hvað? Sem að, þetta eru bara hendurnar sko, svo eru fæturnar og bakið, hálsinn. Nóg af þessu, alveg nóg af þessu. Hérna, það er eitthvað bíð eftir því, það er engin laus eins og það verður örugglega engin laus strax. Ég herri, já, ok, þá býðum við bara fram. Hún eitthvað, já, hvað var nafnið? Og ég alveg, hvað þessi? Já, það er Hilmisnær. Já, heyrðu, það var einn að losna. Bíllinn kom eftir 2 mínútur. Nei. Svo löppum við út bara. Eru ekki með salamöndru? Jú. Hvað er það? Það er það. Hvað kostar það? Það eru 2000. Takk fyrir. Takk. Veistu, ég á þetta bara sjálf og það tekur þetta enginn af mér. Tek þetta með mér í gröfina. Við ætlum bara að fara yfir þetta hverjum einsta degi. Bara tökum við afskriftablöðin fyrir mig þetta saman. Búin að ræða þetta ég og Einar. Já. Búin að vera að skoða hvað við erum að panta og hvað með að panta minna og veist. Og bara setjum við þetta í gjörgæslu. Já. Bara förum yfir þetta hverjum einasta degi þá getum við komið með þann farveg sem við viljum hafa. Og við erum bara búin að ákveða það. Já. Þetta er einhverja x krónur á dag sem við getum leyft okkur. Já. Allt umfram það þá bara kallar á okkur neyðarviðbrögð. Ég skil. Ok. Já, glátt. Ég náttúrulega er bara búin að vinna hérna sen í ágúst en ég er búin að vera kúnni hérna í mörg ár. Ég er búin að heim Breiðholtinu frá því ég var 6 ára. Ég heiti Ólöf. Ég var búin að vinna hérna í Nektarmjódd frá því miðjan ágúst, réttar sagt 18. ágúst. Og Elli kom til mín og baði mig að taka þátt í þessa heimildamynd. Af því honum fannst vantar svolítið jákvæðinni inn í myndina. Sem ég hef aldrei verið að tala annað en jákvæð manneskja, þá sló ég til. Það að vera vaxtverið í svona verslun, það er eins og að tefla. Við erum með skákborðið fyrir saman okkur og við erum að stilla mönnunum öllum upp á rétta stað. Grænmeti, það er vandmeðfarin vara. Það skiptir rosalega miklu máli hvernig þú meðhandlar grænmeti. Þú þarft að passa, panta ekki á mikið, ekki að panta á lítið. Og þetta er náttúrulega smá svona, ef maður getur sagt, dans. Við byrjum klukkan 8 á morgnana að fylla á. Þá fyllum við á allt sem við getum fyllt á. Vörurnar koma milli 8 og 9 á morgnana. Og þá er bara að gera duglega að fylla á búðina áður að opna klukkan 10. Þá hefur við verið búin að fylla á allt. Ég myndi bara vilja gera það að flottast og besta grænmetistorgi í heimi. Má maður ekki? Jú. Já, og það er náttúrulega líka nauðsynlegt að sko mótivera fólk þegar maður finnur líka fyrir þessum ofsalega áhuga. Þegar maður finnur áhuga hjá fólki, þá er hægt að gera tvennt sko, annars vegar maður getur sko bælta niður með því að leyfa fólki ekki að blómstra inn í búðinni sko, eða maður getur sko að vöka plöntuna. Ég byrjaði 17 ára gömul í ávaxtapökkun Hagkaups sem hét þá Dúkurinn. Og þá pökkuðum við fyrir alla verslanir sem voru náttúrulega ekki eins margar og í dag. Það var handpakkað bæði blómkál, hvítkál. Ég reyndar að pakka líka hér, þannig ég býr rosalega vel að því að hafa unnið þarna. Og 18 ára gömul var ég orðin yfirmaður í ávaxtapökkun Hagkaups. Tók mig, 1,5 ár. Þannig að hingað er ég komin og bara rosalega ánægð með það. Komum með knífinn. Djöfull er þetta orðið breytt maður. Nú? Ég meina að bara fá að loka allir stöðunum sem að maður fór á hérna áður fyrir. Já, ég er búinn að loka. En staðurinn hann á móti NASA, þú veist, sem er hann á hliðinni, rosalega flottur staður. Þorvaldsson? Já, heitir það? Já. Rosalega fínn staður og kemur hann inn. Allt fína liðið hann inn í maður. Já. Þú þangað? Ég fór þangað, kíkti hann að sjá þetta. Ég sá hann í fyrsta skipti hérna, hvað heitir hann, alltaf ég síðan heyrt hann Fjölnir. Stóð hann í röðinni maður, ég var þekkti dyrjaðurinn maður, fór fram fyrir alla aðra maður, hann þurfti að standa í röðinni maður, djöfullar jánaði mig sjálf á mig maður. Það var ekki svona gestalegt sko. Þess að hann komst inn náttúrulega, tvílíkt hvern stóð í kringum hennar mann. Já. Það borgaði nú. Hann er búinn að horast frekar mikið. Takk. Það hérna er kaffihúsið. Það sem maður vill fá frið og ró og tækifæri til að lesa blöðin, kannski eina frí dagsins. Já, ég get trúið því. Ég get fengið kaffi, maltbrauð með osti og trópi.
Þín sala í þessu? Nú hætti að segja þetta sé svona vin í eyðimörkinni. Aðeins, þetta er ekki mjóttinni sko, það er nógu langt til þess að ég get haft yfirsýn yfir hérna og stutt að fara. Þannig að ég er alltaf í sambandi. Þetta er samt sem maður smá svona prívacy. Já, ég finn það alveg komið til greina, bara ekki strax. Þannig að ég er basically miklu meira svona, veist, real, svona alvöru manneskja heldur en Fjölni. Ég meina þegar þú fer í Hagkaup, þegar þú fer í Kringluna eitthvað sliðis, þá fer ekki að sjá Fjölni labbandi þar, en þú sér mig. Þannig að það er miklu sterkara. Hvað spá? Það var spáðið að nýta mig sem módel. Módel? Með Pepsi. Já, flott hugmynd. Nei, ég nota hérna nýja Pepsi, hérna Pepsi Blue. Pepsi Blue, já. Ég fekk mér þessi hugmynd á það þegar ég var að labba fram hjá hann að gangi. Ég er svona að velta yfir, hver er tengingin á þér á Pepsi Blue? Svo ég átti með þessu. Mér og... Ekki alveg skilja hvað þetta var. Ef ég fengi myndavélinni lánaði, ég myndi bara prófa að taka eina mynd, bara til að sýna þig. Bara hugmyndi með það. Ég er alltaf opinn fyrir hugmyndir, skilur. Alveg endilega, skilur, mátt fá kameruna að lána það, prófa það áfram, skilur. Ég meina, flott mál. Já. En þannig að, sko, það er bara svo mikið pláss sem að Pepsi fær í blaðinu hjá mér, sko, þannig að... Já. Eru þið ykkur samstarfi við Pepsi núna, ef að það er, að þannig að ef ég get boðið upp á nógu helviti ódýrt Pepsi, sko, þá get ég stakkað plássið sem þetta fær og við getum gert eitthvað meira úr þessu. Ég er alveg til ég að, sko, fornin í síðundi Pepsi ef við getum farið með það eitthvað bottom prískilur og já, ég er alveg til að taka heila síðundina. Það er eitt mál. Já. Það finnst mér að vera ástæðan fyrir að þeir ætti að fara að nota lifandi fólk og nota mig sem fyrirsætu af því ég er að vinna þeim. Og er, það er að segja, alltaf á svæðinu. Hann er ekki alveg verið að tala, sko. Hann er ekkert að fíblast. Og ég fá að setja upp eina svona auglýsingu og ég er alveg til í að leyfa hann það, skilurðu. En ef ég get gefið þetta nú helviti góðum verðum. Já. Já, ég væri svolítið fyrir það. Mér myndist það helviti hvað. Spurning hvort að hann... Ertu ekki ready? Já. Pepsi Blue 2 lítra, það er ákveð það sem hann langaði til þess að gera. Ok, þú voru að koma bara á slæginu þá. Nýta tíman. Já. Flottur. Takk. Ég er með svona hálfgerða lesblindu, sko. Ég sofnaði við bókum, ég þarf alltaf að fá allt á myndbandi eða segubandi. Ég er með svona ljósmyndaminni, sko. Ég fekk til þess alla mannkynssöguna, ég er búinn að taka allt á vídeo. Heimsstyrjaldirnar allar, þú veist, allt svona, ég hef tekið allt á vídeo, skilur. Og því ég man ekki, ef ég les, þú veist, það detti út eða ég fer alltaf í sömu línu. Veistu hvað það er? Ég greindist ekki með þetta fyrir 2 ára síðan. Paldi ég átti erfiðleikum í skóla og vissi enginn út af hverju þetta var. Skildi enginn út af hverju. Síðan man ég alltaf öll andlit, sko, og þú veist, ég man eftir andlitu sem ég var 2 ára gamall. Þú veist, ég man eftir mig síðan 2 ára gamall. Paldi. En síðan eitthvað sem gerðist fyrir 4 ári síðan, nei, ég man ekkert eftir því. Við fengum sefni vel lána. Fján Mella? Já. Hvað er það að gera, sérðu? Hérna, myndaklefinn sem er inni. Hérna ljósmyndaklefinn hann að passa. Ok. Það var bara að gera svona ávist. Sem maður situr og er að taka mynd af kæristunni sinni, sko. Já. Það er hérna. Er ég ekki alveg ok? Já, glæsileg. Ég er bara með 2 eða 3 daga skegg, sko. Ég bara nefndi ekki að raka mig. Nei, ég ætlaði að biðja þig að taka myndir. Ég að taka myndir, já. Já, ég að taka myndir, já. Flott er maður. Þú varst búinn að... Ok. Hvað stúdera í skólanum? Ég er að fara að byrja núna eftir áramót, sko. Já, það? Já. Ég var að spóða þetta var best að gera. Ég ætla að taka þetta sem valgarinn, kvikmyndun. Hvernig breyti ég þessu? Ok, ekki koma mynd af þér. Nú minni svo ótal margt á jólin, sama hvar ég fer. Flott, maður. Íbúðum er ís og Helst merkja alveg, var þetta ekki? ég líka sér. Nei, ég gast ekki séð þetta. Á þessum stöðum falleg jólatré. Já, Ok. nú minni svo ótal margt á jólin. Já, og
eina sem hún verður í klefanum, þannig að sjáu það sé í klefa. Það má ekki sjást á það. Það kom ekki neitt. Þetta er bara bull. Ég er ekkert svoleiðis. Einn af konum maður? Ég er einn af konum maður. Maður var viltur og maður ungur og lék sér. En þegar maður er ég með konu, ég held ekki framhjá það neitt. Ég er alveg einn af konum maður og 100% gæði þannig. Það er það sem ég feil alltaf á. Ég lend alltaf á stelpum sem halda fram með mér. Jaha. Ég er með svona 10 stelpum á föstum maðurna. Og ég get nefnt þér 2 af þessum 10 sem ég held ekki fram með mér. Ég vel mér svona konur. Ég er náttúrulega ógóðu við þær og það er bara, þú veist, eða þá ég er ekki nógu góðu við þær. Það er aldrei neitt millivegur. Skilur við? Nei, alveg, maður er aldrei nógu góður eða maður er ógóður. Hvað er millivegurinn hjá þessi kellingu? Það er aldrei sáttan. Menn kallar mér í dag, sko. Þeir eru annað gott ómjúkir eða óharðir. Það er ekki neitt millivegur. Ég tel mig alltaf verið í miðjunni. En þá er alltaf kvarta, sko. Það er aldrei ánægðar. Það er aldrei ánægðar. Hvað heldur það síðast að Sigmund Freud sagði áður en hann dó? Hann var búinn að skanna og greina og allt sá alla. What do women want? Það var eina spurningin sem hann fekk ósvarað. Sigmund Freud. What do women want? Við höfum aldrei getað svarað. Nei, hann sagði sko women are a mystery that we will never find out, skilju. Hann var faðir sálfræðina, skilju. Ég sagði mig hérna. Já. Það væri svona. Það væri bara Pepsi að hella sér og maður að reyna að ná því. Það er bara að finna hvítan bak sem að má hellast niður. Er einhvers staðar hérna í húsinu sem að er utan hvít bara. Ljótt hérna, það er ekki akkurat ekki nógu gott hérna. Það er hvítu bakgrunni hérna á leiðinni. Líka blokkinn hérna. Já, þetta er hvítt hérna. Hendir á mér. Getur þú hjálpað mér aðeins? En jólin þá allra best, ég alltaf Ég var alltaf með myndavélar frænda með sem ég var yngri. Ég var alltaf hérna smella. En ég er loksins að skella mér í skóla aftur núna eftir langt hlé. Og ég ætla að taka mér aðalfag í pípulagningar. Merkið byrju, maður segja, svona. Ok, hvað er nær? Og hella, núna. En jólin þá allra best, ég alltaf þrái mest, en ég ánægja þér. Komið. Þetta var cool maður, þetta kemur vel út. Ég náði að klippa hann að sést ekki hendina á hann. Já, frábært. Þú maður ekki að smakka á þessu. Þetta er eiginlega gott í bland. Lítið vodka. Er þetta ekki allt rétt? Já, þetta er gott. Er þetta gott? En að þessum, hvað er betra? Yeah, basically, I don't know, just because you're the one to eat, not me. Peanuts Giant. Jeg heter Vilma and I'm here from Philipsheim and I'm working here just for 4 months, yeah. I'm 6 years, almost 6 years here in Iceland and just I'm alone here, you know, I just stand on my own. I don't have relatives here, just nobody support me here and then that's why. Then I need to work just because I support my family in the Philippines. Our salary in the Philippines, it's just like, you know, for 1 month it's just like a 2 days here. To compare my salary here and there. Yeah, I wanna be, you know, have a family, kids, and good wife, and I have a good husband, and a good family. So maybe when I old, I'm going home to the Philippines. Just because we have difference here, you know. Hvernig var það að hugsa þetta? Er þetta svona... Þetta ekki bara mynda flöskunum og... Sjá
sjá þetta alveg skjánum. Flippaði? Þú getur flippaði. Þú getur flippaði. Þessi. Já, við erum að senda allir stóra reikning fyrir þessu náttúrulega. Að, þú veist, ég er áþreifanleg persóna líka. Það er að segja að fólk sér mig þegar ég kemur hérna í mjóttina. Það er ekki bara, þú veist, að ég sé fyrirsæta í einhverjum bækling. Heldur er ég alvöru persóna líka hérna. Það er eiginlega, mér ljáðist eiginlega að segja Elíasi frá þessu. Þetta er kannski, ég ætla að prófa að tala við hann um þetta. Þetta er bara, þetta er svolítið kortis, ekki? Þetta er svolítið alltaf aðeins. Þetta er bara... Þetta voru alltaf ekki fullbúna myndir, þetta var bara hugmynd þetta voru bara myndir af hugmyndinni, bara, þú veist, ég menna svo er þetta þá... Þetta er ágætis tilraunir, þetta var alltaf dýnilega skeið, þetta bara passar okkur ekki. Ég held að sjáur þetta sjálfur eða spáður í því smá? Nei, en þessi hugmynd að nota mig sem svolítið andlit mjóttarinnar. Ég meina... Þú ert andlit mjóttarinnar í því starfi sem þú ert í dag, skiljum. Það þarf ekki að fara með eitthvað fíblaskap með það. Nei, ég er ekki að tala að vera með eitthvað fíblaskap. Ég er bara að spá í, til dæmis með bæklingin, jólablaðið og þetta. Að ef það væri persóna, eins og ef ég væri á myndunum og þá myndi fólk sjá einhverja manneskju sem var eins og fyrirsæta, en þetta væri áþreifanleg persóna. Þeir sjá mig á appi á hverjum degi. Ég er ekki alveg að ná þér eiginlega, sko. Ég er bara, sorry, þetta er náttúrulega nettó. Já. Þetta er mjóddin, skiljur. Er ekki nóg fyrir það að vera í þessari heimildamynd sem Róbert er að gera í mjóddina og ég meina, og er alveg, ef þú ert að hugsa að vera frægur eða eitthvað, þá er það ekki. Nei, þetta er ekki... Róbert er að gera það frægan, ég meina, flott mál. Já, þetta er líka bara til að búa til eitthvað konsept. Það er málið, maður má ekki láta það bara hafa áhrif á sig. Það er bara alltaf áfram að vera búið að sjálfu það. Já. Ef það er bara jafast í svona litla heim. Nákvæmlega. Nákvæmlega, sko. Only fools rush in.
bara að mynda mig á laugardaginn, ég var að keppa í kraftliftingu. Þú varst að keppa, ég sá þig í sjónvarpinu. Ég kom heim með 2 bikara. Nei? Já. Frábært, það er ekki. En allavega, þá var ég að keppa á mínu fyrsta móti, búin að æfa í 2,5 mánuð og ég var svo óbúslega heppinn að togna í upphituninni, þannig að ég átti ekkert að fá að lyfta raunverulega, einkaþjálfarinn minn var ekkert rosalega hrifinn af því, en ég hafði mig samt út í það. Og þessi kraftliftingamenn segja það að ég verði fyrsta konan til að lyfta 200 kílóum. Íslandsmet kvenna, þyngsta sem kvenmaður hefur lyft á Íslandi í réttstöðulyftu, það eru 185 kíló. Og hún heitir held ég Elín sem á það. Nei, það býður þetta tíma. Við skulum gefa gott klapp, hún er búin að sýnda í Íslandsmet. Ég ætla nú að lána með þessu 2 bikara sem ég fekk fyrir að vera í öðru sæti af 2. Hæst ánægð. Er eitthvað verri en að vera norm, skiljið þið? Hvað er annað verri en að vera norm? Ég meina, ef maður er kannski svona á léttu klikkaðar nótunum, skiljið, og fólk hefur gaman að þeim fyrst að vera ferskur andblær. Hvað er að því? Það er ekkert að því. Ég viðurkenni það, ég get verið svolítið áhrifagjörn, það smittar út frá sér. En þetta er eitthvað sem ég þarf bara, alltaf eins og kostir þá hefur maður galla og þetta er eitthvað sem ég þarf bara að læra að temja. En fólki sem ég vinn með á kössunum, stelpunum og svona, þær eru svona lokaðar. Það bjóða góð dag en það eru mjög kurteisar. Það er mjög kurteist fólk sem ég er að vinna með á kössunum. En stelpunar í búðinni, sko, konurnar, sko, prímadonnurnar eins og kallar það, sko, það er bara að gera það sem sýnist, sko. Það fer í tögunar og mörgum en fáið tala um það, eins og ég. Ég tala um það og þessna fæ ég það upp á móti mér og þessna vilja sumir að ég sé ekki eitthvað. Mér finnst ég ekki fitta hérna inn. Það er náttúrulega rosalega erfitt að sitja á kassa og afgreiða. Þetta er ekkert grín, sko. Ég skil það núna miklu betur þegar ég vissi aldrei um þetta, sko. Maður horfir á fólk sem er á kassa og maður gerir sér aldrei grein fyrir maður þetta og leti starf, sko. Og maður gerir sér aldrei grein fyrir að þetta er miklu meira en leti starf. Þetta er nefnilega, sko, fólk horfir á þetta og kannski niður á þetta fólk en þetta er mjög erfitt starf. Fólk á ástundum á erfitt með að gera sér grein fyrir í hverju þetta starf er fólkið. Maður þarf að sýna sér góðan anda og kurteisi og bjóða alltaf góðan daginn og ég hefur verið svona meira en það. Ég hef verið svona reynt að hafa góð áhrif á fólk, svona hressa aðeins við, slá svona létta strengi og þess vegna á ég svona vissan hóp kúnna sem koma eingöngu til mín eða svona sækjast á kassan hjá mér. Þetta er morgunmaturinn. Sjá. Ok. Þessu vel. Það er heldur nefnt maður. Já. Það var að fara að búa til einhverja litla krakka. Litla hafa. Litla hafa? Ekstra. Nei. Klára skólan? Já. Hvað ertu að læra? Farið síðan ekki út að læra meira? Ég veit ekki hvað það gera. Það er eftir það. Nei, ekki um það. Ok, skal sjáast. Ég er búinn að vinna hérna um 5-leytið, sko, en ég get alveg skotist og tjekkað á því, sko, eða náði það eða hvað sem er, sko. Bara svona eftir klukkutíma. Það er brilljant. Takk fyrir þetta. Við sjáumst. Okay. Auglýsing. Já. Rútubílaauglýsing. Já. Já. Ég var að ná í handrit á eftir, hvað er klukkan? 12:30. Það er nefnilega málið, maður þarf að hafa þolinmæði ef maður ætlar að meika í þessum vasna. Í þessum bransa, sko, þá verður maður að hafa þolinmæði, maður verður að bíða eftir réttu tækifærunum, ef þau koma, sko. Og leiðum maður bíður og er ekkert með eitthvað, það þýðir ekkert að tróða sér inn á fólk. Ætlaði ekki að láta spá fyrir ykkur? Hvað? Þarna, eða hvað er spákona?
Já. Sættur með það. Ertu búinn? Ég er búinn fyrir löngu síðan og er búinn að vera hérna nokkuð sinnum. Já. Já. Og hefur það ræst? Hæ? Hefur það ræst? Spáin? Já. Nei, ég er ekkert búinn að fara. Það tóða í lömpinu við. Já, ég ætlaði að láta því setjast fyrst af borðið. Já. Já, svona trekja. Já. Hún er mjög góð. Já, það? Já, fólk er mjög ánægt sem hefur farið til hennar. Er hún íslensk eða? Já. En var aldrei dauft það sem þú ert. Nei. Þú ert rosalega mikið fyrir það að vera svolítið svona eins og ég segi sviðsljósinu. Þú ert svona maður sem er með mjög ákveðnar og stefnafasta skoðanir. Þú ert að fara inn í tímabil breytinga. Ég vil setja græna litið svolítið mikið í kringu því núna. Já. Og þú veist að grænt er litur vonarinnar. Grænt er alltaf þegar að maður vill fara að breyta, maður vill fara að gera aðra hluti og maður er tilbúin í að takast á við verkefni sem maður kannski veit ekki hvað maður er að fara út í. Þú ert að fara í nýtt starf, það get ég alveg garantera. Já. Þú farir nýtt starf eins og sé eftir svona 5-8 mánuði. Spila vel pingstöfi sko. Ég hef ekki séð hana. Það var aldrei einu stelpu og hún segir við þú megir mér svo að fyrsta landinn. Það var aldrei heyrt þetta. Jó, ég er aftur á móti meikni eða hún meikni. Hvað er ekki um það? Þetta er trick question, maður! Djúðið, maður! Það er bara vissi. Þú varst alveg við þessu, sko. Þú áttir ekki að svara þessu. Og reyndar... Jú, ég hef nú reyndar lent í þessu einu sinni. Jæja. Ég er alltaf ekki svangræð, maður. Hann stendur alltaf hálfur út. Ég meina, þið spurðu spurningu og ég ætlaði bara að svara, honestly. Nei, ég var að grínast. Ég er mjög skaman að hneykslast fólk. Þú veist, það segja hluti sem enginn þorir að segja. Þú veit hvað konur segja oft okkur? Penis envy, veit hvað þýðir? Já, þetta eru aðrir kallmenn aðra kallmenn. Já. Nei, penis envy er það sem konur hafa sem að fara í lögregluna. Nei, sko, penis envy er tilkomið frá okkur. Það er sagt að kallmenn séu, þú veist, með rosalegt komplexa út af hreiðunum á sig. Ég bara hef aldrei skilið þetta því ég hef alltaf reyna komplexa. Getið þið svarað fyrir mig? Ég persónulega, ég átti að fyrir lagi, sko. Það sagði ekkert við mig, maður. Þú áttir að fyrir lagi, maður. Þú varst bara slís. Mamma er yndislega, maður. Hún var ein með 3 börn, sko. Ég alveg, veist, þetta er alveg merkilegasta manneska sem ég þekki, sko. Það er móðin mín, maður. Það er alltaf mömmurna sem var rétt. Það er mömmurna sem eru besta, sko. Algjörlega. Þú veist, alveg, sko. Þetta er tilfinning í innra með, þetta er eitthvað sem þú finnur frá makanum, veistu hvað er ást? Það er þú út með konunni þinni, þú ætlaði að vera gróð, með konunni þinni sem þú elskar, þið eru að ríða og hún er að fá raffullnæðing eftir raffullnæðing eftir raffullnæðing eftir raffullnæðing og það stoppar ekki út af því hún er svo ástríðufullega tengd en hún elskar þig svo mikið. Hún bara, þú veist, það bara vassa, hún stoppar ekki. Þú veist, mín fyrirhæðandi, sko, hún þakka 60 sinnum á einum klukkutíma. 60 sinnum! Veitu, hvernig fórst það að ég að telja það? Hún sagði mér að sjálf maður! Hún var alveg bara að telja. Hún gæti ekki, hún var í krans. Nei, veistu að ég líti á henni, þetta er svo margt sem tengist í þessu. Ef þú finnur hvað elskar henni mikið, hún elskar þig. Og hvernig þú veist þið náið, einhvern veginn bara eins og þið verðið eitt. Er þetta eitthvað viðkvæmt mál fyrir ykkur? Að ræða ást, ef þið upplifa ást? Ég meina, ég talaði hérna eins og ég var ekkert máskri, ég var, sko, ég var fullur eitt ár. Ég var bara fullur í, má við stelpu heima, gefa mér fang, skilur, bara að drekja sorgum mínu, skilur. Ekki drugg, bara fullur í. Og, þú veist, þannig tók ég þetta út, sko. Ég meina, það er ekkert allir sem var, kannski er tilbúin að ræða, ég skil þetta mjög vel. Ég náði að komast yfir þetta. Þetta er svo stór biti að býta í að maður opna sér tjart allt inn fyrir einhverju stelpum og síðan bara BOOM! Það er maður höggið maður. Það er sko ekki grín. Það er ástina, sko. Ég er einmitt svona,
játaði hérna einhverju stelpu í einhverjum partíi hérna niður í bæ. Og maður opnar sig, skilur við allt hérna, engin vörn. Og maður svolítið rugglaður sko, þessum tíma og svona sko. Þetta dauðsétur þessu núna, þetta eitthvað ákæra, eitthvað sem verið í gang þarna og eitthvað. Og þetta bara ekkert, skilur við, eitthvað sem maður vil ræða. Nákvæmlega, ekki, slaka á það. Hvernig var þetta? Ég verði að drýja, þetta grínar sko. Hvernig var þetta? Skiptir ekki. Sorry. Þetta grínast í mér. Hvað sagði ég? Hvað sagði ég? Þú sagðir ekki neitt sko. Var þetta ég? Nei, það varst ekki. Það var það. Og það þetta mikið í kulsæði. Ég greinilega opnaði einhverja flóðgáttir hérna. Sem ég átt stundu til í að gera. Þetta ekki í fyrsta skipti. Þetta var ekki meiningin hjá mér. Ég opnaði einhverja flóðgáttir hérna sem maður gæti ekki lokað fyrir greinilega. Þetta var algjörlega óvart sko. Ég hérna var happy með þetta síðan allt í einu bara ég verði nú að taka þetta inn á mig maður. Ég gæti sagt ykkur sögur ljótar sumarflugur sem liggur ljótar sumardagur samt á vetur tíma líta hratt dagarnir komast áfram fuglarnir og sólin en nú þetta breytt það bara gerist ekki neitt tíminn rótast ekki og hvenær koma jólin ég hlakka svo til ég hlakka alltaf svo til dagarnir svo lengi að líða. Það eitt sem ég hef upplifað sem þú hefur aldrei upplifað. Nei, ég var aldrei svona lengi í sveit. Rólegur. Ok. Hérna, hefurðu verið með tveim stelpum í einu? Hefurðu verið með tveimur í einu? Já, ég veit. En hefurðu verið með þremur í einu? Nei, ekki með þremur í einu. Ég hef þrisvar með tveimur í einu og einu sinni með þremur í einu. Ok, þú veist. Og tvær, og það byrjuðu viss hvað besta af öllu. Þessar tvær hérna, eina, ég var með vinkonum, sem komið tvær vinkonum upp í rúmi, sko, það voru lassur. Það voru að fulla okkur annari. Varstu með myndaðir? Ég var rúðar. Jó, fucking maður. Það var svo geðveikt, maður. Veistu það? Þetta er fantasía sem ég gleymi aldrei. Já. Þannig að það er síðasti dagur hjá mér í dag. Eða formlega á morgun. Í alveg? Já. Nú. Svo að það er kannski að koma hérna og kveðja með mig Boppa Prakti eða bjóða mér á djammi eða eitthvað. Nei. Gefa það gott knús maður. Já, nú fer maður bara í skólan, sko. Já, það? Eftir áramót? Já. Búinn að hringja það allt inn og allt kom í orðin og kom með framfærslu og allt maður. Nei. Það rettu söllu maður. Finnstu námslán eða? Já, ég fekk svona hálfgert námslán. Já. Ok, það er frábært. Bara new era. Það er new era. Já. Það er brilljant. Það ekki? Jú. Það er alveg. Við vorum honum heldur vel kenndir hérna undir lokin, síðast. Nei. Þú maður, býtur ekkert á því maður, sérst alltaf á mér maður. Nei. Hvað voruð þið að gera hérna eftir að fóru frá okkur? Síðasti dagurinn, svona er þetta að vera maður. Ég held ég hafi ekki verið svona glaður bara, ég veit ekki síðan hvenær maður. Það verður gaman. Ég er náttúrulega auðvitað á maður sem þátt í að fá náttúrulega fólk upp á móti sig því maður er öðruvísi. Og ef maður er öðruvísi, þá lendir maður oft upp á kants við fólk sem er ekki öðruvísi. Ég held að ég sé bara búinn að fá nóg. Bara kynnist góðri konu og ég bara einhvern veginn, núna allt í einu, loksins ég kynnist svona bara fínni stelpa. Ég einhvern veginn, ég er að vakna upp í vondan draum. Og það er ekki seinna vænna, það er að segja eins og er. En þessi fyrirtæki þá á ég eftir að sakna
Stelpnan á kössunum, það er alltaf jafn skemmtilegar. Gaman að grínast í þeim og svona. Og það finnst gaman að grínast í mér og fólkinu oft finnst mjög gaman að djóka í mér. Ég er svona tilfinning að vera sko. Annarkvært þykist ég vera að vera fúll eða er glaður eitthvað. Ég spila svolítið inn á þeim svona. Set smá leik á svið, mér finnst það voða gaman. Svona að leika mér aðeins. Hvað er þessar klippingu? Þetta er Hugh Grant? Nei, þetta er ekki Hugh Grant, sko. Hvað var með það? Hann var með svona? Nei, hann var með svona sítt í hliðunum og svolítið hár og svolítið svona, þú veist. Nei. Það er nýja klippingu. Eli, come on, þú veist, annarkvort treystir mér, þú veist, eða þú bara, ég veit ekki hvað skilur. Þú veist. Hann fílar það. Gott að ég fekk að hitta því ég vildi einmitt bara þakka fyrir samstarfi og bara þóliði með henni að gagnvart mér sko, líka sko. Ég meina örugglega skilur en hérna líka bara því árastar sem ég átt við aðra starfsmenn hérna inni skilur. Þú veist, það er allir að vera að spyrja mig, ertu ekki að fara og ég alveg, jú, ég er bara að fara. Svo ég bara nefndist ekki, skilur. Þú veist, ég meina það, Eli. Þú að vera tilhlökkunarefni bara. Eli, þú búinn að vera með uppáhaldsmaður hérna inni í þessu fyrirtæki. Ég var að vonast til þess, mér langaði í einhverja betri stöðu. Hvað er vaktstjóri eða aðstoðarstjóri. Ég veit ég hef alveg karakterinn í það, en ég bara var búinn að auðvitað fyrir mér sjálfur að því hvernig það hefði farið milli mín og suma starfsmanna hérna inni, skilur. Já, skilur. En við höfum eftir þetta er bara, eins og ég segi, ég er bara mjög annað með hennar tíma. Ég er með fullt að kunnum hérna. Það hefur ýmislegt komið upp á Já, ýmislegt komið upp á sko, en ég á fullt að kunnum hérna sem koma til mín á þennan kassa sem ég er á. Ég get lofaði því og þeir segja allir um þessi góðu sölumaður, þau eru mjög ánægð með mig hérna og þau komi endal, þau koma alltaf aftur og aftur og aftur. Ég bara vona að þau fari ekki að hætta að koma eftir ég farið. Þín vegna sko. Ég meina ég þú veist, fer í skóla og ég ætla að vera ánægður, ég ætla að gera eitthvað og getur vel verið í banka ekkert sem mun upp á höður. Já, ég gerði það. Ég veist að ég bara, ég kann mjög vel við þig og þetta hafi verið gaman að vinna með þér. Þú ætti búið að vera skrautið allavega. Þetta er búið mjög skrautið. Þú getur sagt það. Ekkert mál. Ég þakka æðislega fyrir mig. Já, takk sömuleiðis. Og þú... Já, við hefum örugglega eftir að hittast aftur. Við hittumst aftur. Ég heilsa upp á það og svona. Akkurat. Takk hérlega. Takk. Þetta er kannski... Hann er náttúrulega... Hann getur að mörgu leyti verið mjög skemmtilegur strákur, sko, skemmtilegur karakter. Þetta er svolítið eins og með hundan og kettina, sko. Þetta er sikkur tákmálið. Skil ekki hvern annan. Hundurinn dillar skottinu þegar hann er kaldur og þegar kötturinn setur upp skottið sko, þá er hann reiður. Þetta er bara svona þegar ólíkt fólk mætist að það vill misskilja hvert annað og verða leiðindi úr hlutum sem þurfi ekki að vera leiðindi úr. Hann er náttúrulega ósælega opinn, segir allt sem að honum finnst. Segir kannski flest að hann segir við aðstoðarverslunarstjórann að hann getur ekki, hann á erfitt með að vinna undir konu. Hann segir þetta náttúrulega beint út við hann og þá má alveg gera því skóna að samstarf eigi eftir að verða svolítið stormasamt eftir það. Það er Þorláksmessa í dag og eins og við sjáum þá er ekki mikið á fólki hérna eins og en það á eftir að koma meira fólk inn. Fólk er að labba Laugaveginn núna þó þessi greinjandi rigning úti og Jú, þegar það fer að líða á kvöldið, sko, þá fer að fyllast hérna af fólki, vonandi.
Þetta er allt mjög rólegt hérna eins og er. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er í hinum verslunarmiðstöðunum. Það er að segja Kringlunni og Smáralind. En ég held að þetta sé eitthvað svipað. Ég ætla að fara og skila lyklunum. Það sem tók við eftir ég hætti hérna, þá kom ég hérna í þennan skóla og hérna bara búinn að standa mig ágætlega svona á mínu viti og fekk ágætis einkunnir og hérna mér bara líður rosalega vel með að hafa tekið þessi ákvörðun. Þetta var bara besta ákvörðun sem ég hef tekið bara mjög lengi og hérna mér finnst bara eins og það sé bara bjart framundan. Já, svona er þetta. Þetta er Breiðholtið, þetta er Mjóddin, hérna var ég að vinna. Hérna þekki ég flest alla. Eitt sem ég verð að segja líka, ég kemst ekki yfir það hvað við eigum fallegt kvenfólk á Íslandi. Það er ótrúlegt. Maður ræður ekki við að snúa hausnum við, sikur áttina. Það er einu sem maður gerir líka, maður leyfir sér ekkert annað. Sjá hvort ég þekki einhvern annan en það. Ég bara, það er engin sjáanlegur, það eru allir í mat. Jú, það er allir í mat. Það komið svo mikið nýju fólk eftir í hætti þetta, eins og ég var að segja áðan, þetta er alveg... Þau skipta starfsfólk eins og nærbusur, líka við. Það er alltaf eitthvað nýtt hérna. Það þekkir engan. Já, þetta er náttúrulega allt miklu minna í sniðum hérna heldur en upp í Mjódd. Þó að þeir séu með svipað eins og með hérna apótek og bakari og guldsmið og blómabúð og matvörubúð og allt þetta. Þetta er allt miklu minna. Og þetta er náttúrulega miklu eldra dæmi, sko, Glæsibærinn. Við hefum búið að fá nýtt nafn, nýr Glæsibær. Þetta er alltaf ekki eins persónulegt hérna, eins og það var. Þarna þekkti bara alla strákana. Hjörtur á kassanum, Elli í Netto, Höskuldur og Sigurður. Alltaf Siggi Tattoo eins og kallaði út af Tattoo. En þetta var náttúrulega, þetta var orðið eins og fjölskylda þarna. Það er allt búið. Mjóddin, Glæsibær og svo hvað veit maður, Kringlan kannski og aldrei að vita, bara Smáralind eða eitthvað.
Íslenski draumurinn, mér fannst hún sökkafeitt, ekki miður. Mér finnst það eini góðu punkturinn í henni það þegar Jón Gnarr kemur með eina setningu í myndinni að mamma mín er engin hóra. Mér fannst það eina sem var eitthvað að í þessari mynd. Hvernig traust unnið í þröpum og ég hauka við að leggjast að en tek þó eitt lítið skref áfram og finnum þetta tært. Þetta eitt lítið skref áfram.